Óskar, flottur sigur í ykkur í dag, þetta var bara nokkuð öruggt allan tíman. Já, þetta svona byrjuðum vel, þannig að við spilum góða vörn eiginlega allan tíman, þannig að það var gott. Þannig að erfitt að taka ekki fram markmann líka, Sigur Ingiberg, hann var stórkostlegur í dag. Já, Siggi hefur fengið að spila alltaf lítið hjá mér, ég veitur, og Bubbi er alltaf búin að vera mjög góður og ég var svona skittar þetta með að ég væri búin að kæla hann alveg allt og mikið, þannig að það var kominn tíma og hann myndi sína hvað Jónu býr, hann er frábær markmaður, þannig að ég var mjög ánægður fyrir hans hönd. Það vantaði einhverja leikmann hjá þér í dag, þeir voru á hvíld og koma inn á morgun eða hvað? Nei, Guðmundur Hólmar fær alveg frí, Orri er meiddur og svo er ég með unga stráka sem er þarna með landsliðum og annað, þannig að þetta er okkar hópur á morgun líka. Þannig að við náttúrulega erum með frekar breiðan hóp, þannig að við getum eiginlega svona mest leyft okkur kannski eitthvað, myndi ég að segja. Þið unnið þetta í fyrra í ótrúlegu leik, ætlaði að bjóða upp á að svipa í ára? Það er bara skemmtilegasta mót sem ég hef upplifað sem þjálfari. Það var í fyrra, það var ekki framlengt á móti og Vító í úrslitaleikunum held ég líka undanúrslitaleikurinn framlengtur. Þannig að já, það væri gaman. Haukar eða Afturelding, þetta er alltaf hörkuleikir. Þannig að þú ert ekkert óska eftir öðru hvoru liðinu, fá meiri spilamót í Haugum eða Aftureldingu til að sjá hvernig þeir spila? Nei, eiginlega ekki sko. Við erum alltaf með, okkur langar alltaf dálítið í Haukana sko, þannig komið tíma á að við vinnum Hauka. En þau eru ekki að vinna á bara réttum tíma í ár, ekki komið tíma á það. Takk fyrir, Óskar.